Góðan dag og velkomin í Grannvarpið. Af þessu sinni hjá mér góður gestur, reyndar eins og venjulega, Ívar Baldvinsson sem forstöðumaður vinnsluáætlana. Við ætlum að ræða hugtak sem mikið notað í orkubransanum, vatnsbúskapinn. Velkomin Ívar. Þakka fyrir. Þetta hugtak, vatnsbúskapur, fólk talar þetta eins og allir að vita hvað sé að ræða og þetta bara sé svona eins og heimilisbúskapurinn. Hvernig myndirðu skilgreina þetta hugtak? Vatnsbúskapur rauninni sem mætti nota samhengi sem orkubúskap fyrir okkur. Það sem okkar orkukerfi það háð vatni og veðurfari. En vatnsbúskapur í heildina myndi segja sér bara staða innrennslis til miðlunarlón okkar og staða miðlunarlóna, það hversu full þau eru. Og miðlunarlón eru þá þau lón sem við nýtum til að geyma vatn og veitum þá vatni til virkjana, vatnsaflsvirkjana þegar þörf á. Þannig að þetta næri yfir þá innrennslis og svo kannski vatnsalónana. Þau eru í rauninni svona eins og risastórar rafhlöður á hálendinu. Já. En sko, ég veit alveg að það líka eitt sem að trufla fólk oft vegna þess að bara fyrir örfáum árum að þá var hér talað orkuskort yfirvofandi, það var talað við vorum nálægt kerfishruni, Landsnet fékk ekki orku í flutningstöp, það þurfti að skerða orku til stórnotenda og svo framvegis. Svo liði 1-2 ár og það bara allt fleytið fullt og nóg til frammi og þú veist, hvað ræður þessum ofboðslegu sveiflum? Það í rauninni bara veðurfar, svona einfalda svarið, magn rigninga yfir svona árstíma, hitastig og hitastig á jöklum, snjóstaða á jöklum, svo allt sem hefur áhrif á vatnsmagn í ám í rauninni. Og við erum að miðla mikið jökulár, þannig að hann hefur til dæmis hitastig að sumri og líka bara hversu mikið skýjahula sumartíma. Þetta hefur áhrif, þannig að það gríðarlega margir svona margir veðurþættir sem hafa áhrif á svona niðurstöðu vatnsbúskapar. Þannig að það að vera forstöðumaður vinnsluáætlana í rauninni, því fylgir óbúðslegur áhugi á veðurfari? Já, ég sko ekki veðurfræðingur og sem betur við erum með sérfræðinga sem mæla rennsli, mæla afkomu jökla, ákomu jökla yfir veturtíma og fylgja þessu mjög vel eftir og síðan komaði með þessu upplýsingar til okkar og við nýtum þessar upplýsingar þá til að hvað þýðir þetta í orkulegu samhengi, hvað þýðir þetta fyrir vatnsaflskerfið okkar, hvað þetta að nýta þessu og komin í einhverjar kröggur, ógöngur, miðlunarstaða á vatnsbúskapurinn, hann slæmur, það eru okkar að meta til það og þá þarf til dæmis að grípa til einhverjar ráðstafana og það að vatnsbúskapur getur verið góður að slæmur miðlunarlón okkar komst inn á eitthvað svo rafgeymar eða gastankur eða hvað við kalla það. Hann takmarkaður á stærð, hann getur bara rýmt eitthvað ákveðið magn og síðan getur komið upp sumar, það svo tíð sem við erum að fylla á miðlunarforðan, það sem rennsli til miðlunar okkar undir væntingu, undir meðaltali og það þýðir að við náum ekki að fylla miðlunarforðan eða komumst ekki eins hátt með hann og við myndum óska það og síðan horfum við fram í tíman, sjáum hér erum við með einhverja væntingar raforkuvinnslu og sem þá, hvað við reiknum með að selja mikið og sjáum fyrir okkur og síðan erum við einhvern breytileika í rennsli yfir vetrartíman og þannig reynum við að meta hvort að miðlunarforðin nægi til þess að annað eftirspurn vetrar eða ekki og ef hann gerir vísbendingar og gerir það ekki þá þurfum við að hafa eitthvað svona úrræði til að grípa til. Og hvaða úrræði eru það sem þið grípið til? Ef þið sjáum bara fram á, það mun bara tæmast? Já, einmitt, þetta er smá svona katastrófu fræði sko. Við erum að horfum mikið á verstu sviðsmyndir og svona mögulega verstu útkomur
Þá höfum við skerðingar, samningbundar skerðingar sem við gerum í samningum við stórnotendur. Hvernig virkar það? Það virkar þannig að svona hefðbundnu skerðingar sem við höfum, til dæmis sem í samningum við álverin, virkar þannig að ef við höfum verið í, segjum, innerslistímabili sem undir meðallagi og þetta allt mælt og við berum saman bara við eitthvað sögulegt tímabil, við höfum sögu upp á 60+ ár, þannig að við höfum samanburð og þá sem veldur því að lónstaða sé óvenjulega lág, að þá höfum við tækifæri til að grípa til takmörkunar og afhendingu til ákveðina notenda og þetta bara ákveðið magn sem við getum nýtt okkur talan bæði í afli og orku, afli hversu mikið álag við getum dregið niður í ákveðin tíma og já, þannig að við þurfum að sýna fram á að við erum í lögu vatnsári eins og kallega, vatnsbúskapur er slakur og þá höfum við þannig heimild að grípa til. Annað sem við getum mögulega líka gert er að hliðra til í viðhaldsáætlunum ef það er tækifæri til þess, það kannski hefur minni áhrif, ekki eins svona sterkt inngrip. En nú heyrir maður að sko jöklarnir sé að bráðna töluvert hraðar en á síðustu öld og þá myndi maður ætla að það væri alla jafna, eða bara meðaltali, aukið innreynsli með við tímabilin þar á undan. Verðið vör við þetta og er hægt að nýta það með einhverjum hætti? Við verðum svona bæði og vör við þetta. Við höfum orðið vör við þetta sérstaklega í Fljótsdal, sem er að nýta vatn frá norðanverðum Vatnajökli, norðaustanverðum Vatnajökli, við Brúajökul þannig. Þar erum við að sjá aukið aukna afkomu af jöklum, aukið innreynsli, sérstaklega að sumarinnreynsli þar er mjög drjúgt. Minna til dæmis á Þjórsársvæði, þar erum við meira háð grunnvatnsstöðu og í rauninni bara úrkomu. Já. Þannig að jökulþátturinn þar er veikari. Já, þannig að Hofsjökull og þá vestanverður Vatnajökull hafa minni ekki sér, en þau hafa áhrif, klárlega. Og þannig að ef það kemur, við erum kannski í maí, júní, og kemur frost á hálendi og eitthvað hret með snjókomu, þá sjáum við bara klárlega að það verður dropp í rennsli. Já. En við erum að vakta þetta mjög vel og erum með bara flókin jöklalíkön, eðlisfræðilíkön sem reyna að meta áhrif á þessa hópun jökla á innrennsli. Og svona trendið ef við horfum á langtíma trendi, 10-20 ár, þá erum við að sjá kannski hæg vaxandi innrennsli. En síðan er þetta svo veðurhráð að það eins og í fyrra, þegar við lendum í köldu þurru ári, þá hefur það miklu sterkari áhrif heldur en svona ef þessi innanárs áhrif eru svo sterk bara veðurfarið. Hvað getur þetta verið mikla sveiflur? Af því að nú vinnur Landsvirkjun meira en 70% af allri raforku landsins. Já. Þannig að það munar sannarlega það þegar er gott eða slæmt vatnsár. Já. Hvað getur sveiflan verið mikil? Þetta er gríðarlega mikil sveifla. Sirka það lægsta mat á svona heildarinninsli yfir ár og það besta munurinn er næstu í tvöfaldur. Þannig að þetta er gríðarlega mikla sveiflur og þar á leiðandi er staðan oft, hún er yfirleitt annarkvort bara slæm eða góð. Það er mjög sjaldan sem við hittum á akkurat að vera svona, í einhverju svona fínu meðal ástandi, Þannig út af dreifnin er svo mikil og líka breytileiki milli ára getur verið mjög mikill. Hann er ófyrirsjáanlegur, hvað eru veðurspár í dag, kannski nákvæmlega upp á 10 daga eða eitthvað þannig að við veitum ekkert í hvað stefnir á næsta ári eða næsta mánuði. Ég ætla að spyrja út í það vegna þess að eins og lýsir þessu, þá eru töluvert fræði á bak við þetta. Það er mikið gert til þess að reyna að sjá fram í tímann og reikna út og alls kyns sviðsmyndir. Hvað í rauninni, hvað getið þið séð langt fram í tíma? Hversu mikið vitið þið? Í rauninni það sem við gerum er að við horfum aftur í tímann. Við horfum bara hvað hefur gerst
og við höfum uppreiknum veðurár 60 ár aftur í tíman. Það cirka yfir bara rekstrarsögu Landsvirkjunar. Og við horfum á þessa spönn, þarna eitthvað mikil breytileiki og við segjum bara hverju ári þá getur allt þarna á milli gerst, sko. Þannig að við erum að reyna að undirbúa okkur fyrir versta árin, en síðan reiknum við með að við erum kannski eitthvað starf hann í miðjunni á milli 25% og 75% þessar hlutfallstala á milli versta til besta árs. Verður þetta til þess að þú sért svona almennt svartsýnn maður eða Nei, að horfa svona mikið á sko verstu sviðsmyndir? Já, ég myndi frekar lýsa að ég er svona undirbý mig fyrir verstu sviðsmyndir, ekki að ég búist við þeim, sko. Nei, skiptir máli að vera vel undirbúin. Já, skiptir máli að vera vel undirbúin. En sko, eitt er að skerða... En með framtíðina fyrir ekki að kosta með það, síðan erum við með, sko, við erum að reyna kannski að lesa fram í kannski næstu 3 mánuði. Við fáum greiningar frá veðurfræðingum og slíkt, en það er alltaf mikil ónákvæmni í því og það er svona, þorir að taka mikið mark á þeim. En þú myndist á sko skerðanlegu orkuna, þegar er slæmt vatnsár og þá hafi Landsvirkjun í rauninni rétt á því að það er ákveðið samningum við stórnotendur að sé hægt að draga úr sölu eða afhendingu á því sem er kallað skerðanleg orka eða bónusorka eða aukaorka eða hvað viljum kalla það. En hvað með, sko, hefur einhvern tímann þurft að skerða bara samningsbundna grunnorku? Nei, aldrei, og það er næstu bara afrek út af fyrir sig. Það þýðir í rauninni að kerfið sé bara að það vil reki heilt yfir í rekstrarsögu Landsvirkjunar. Það notar kerfisrannsóknir til að fyrirbyggja að þú þurfur að gera slíkt og salan er ávallt stillt þannig að við séum, reynt að stilla hana þannig að við séum innan samningsbundina heimilda ef við skildum lenda í slæmu eða slæmi vatnsári. En þegar það eru svona mikla sveiflur, er það ekki, og það má aldrei selja meira en bara það sem getur verið alveg vissum að geta afhent, getur það ekki leitt til þess að sé líka bara ákveðin sóun og kerfið nýtist ekki nógu vel? Getur gert það. Við getum sagt í bara helmingi ára er líklegast ef við fáum rennslu og yfirfalli eins og er búin að vera mikið í sumar. Það fóru öll okkar lón og yfirfall öll voru komin í yfirfall í byrjun ágúst og staðu yfirfalli þar til bara í lok síðustu viku eða byrjun þessara viku. Verður þú svona glaður í hjarta þér í hvert sinn sem lón fer á yfirfall? Já, það er, gerir starfið mitt aðeins auðveldara. En síðan verður að horfa á hinn bóginn að ef þú ætlaðir að reyna að fanga alla rennslisorku öll ár, þá þarf þetta yfirfjárfest í kerfinu. Þá ertu búin að eyða of miklu fjármagni sem getur nýtt kannski bara í 20% ára eða eitthvað. Þannig að hitt væri þá sóun á fjármunum. Þetta er svona jafnvægislist? Já, þetta er jafnvægislist og þetta er náttúrulega bara náttúran og það er rennsli þarna og við getum fangað eitthvað þessu en ekki annað. Þannig að þetta er svona, ég vil segja óraunhæft að reyna að ætla sér að fanga allt. Er einhvers staðar í heiminum ekki sambærilegt kerfi, svona lokað kerfi, þegar við erum ekki náttúrulega með streng eða tengingu við meginlandið. Þannig að þetta er lokað kerfi en 100% endurnýjanlegt og veltur svona mikið á náttúrunni. Er eins kerfi eða svipar rekið einhvers staðar annars staðar í heiminum? Nei, þetta er bara algjörlega einstakt raforkukerfi. Og það sem gera magna, það eru Nýja-Sjáland eru mikið tengingu við Ástralíu og eru mikið mjög háð vatnsafli, sko, en þau eru með varaafl í formi gasorkuvera, kannski olíuorkuvera. Þannig að þegar í harðbakkan slær, það var til dæmis rofnuðu strengir við Ástralíu fyrir einhverjum árum síðan, þau voru í slæmu vatnsári og komin í orkukrísu og getaði ræst gasorkuver. Við höfum ekki þennan möguleika. Þannig að okkar bara vatnsafli okkar bara aðal og varafl, þetta er bara okkar bakland. Þannig að við þurfum svona að kunna ég myndi segja að við höfum mjög svona árangursríkt hvernig við höfum byggt upp raforkukerfið í kringum það, í kringum svona eðli auðlindarinnar og gert það án þess að þurfa að byggja upp gasorkuver eða stórar varaaflstöðvar sem byggja á dísel eða olíu. Þannig að þegar þú horfir á, af því að þetta er nú töluverð ábyrgð að bera vinnsluáætlanirnar, þú veist hversu mikið má selja í rauninni, svo við lendum ekki í vandræðum,
þegar þú horfir á þetta og já, ég veit ekki hversu náttúruháð við erum, ættum við að vera með varaaflsstöð, ættum við að vera með sko olíu- eða gasstöð bara til þess að eiga eitthvað varaafl? Það verður skynsamlegt og það myndi þýða að við getum verið aðeins áhættusæknari að gera út á okkar vatnsauðlind. Við myndum þora kannski að selja aðeins meira eða semjum aðeins meiri raforkusölu. Ef við hefðum til dæmis upp á að grípa varaaflsstöðvar í 10% verstu árunum. En hins vegar það kostar líka pening og ekki endilega hagkvæmt, er ég vissum. En ég myndi halda að langbesta leiðin fyrir íslenska raforkukerfi sveigjanleiki á notendahliðinni og það þessar skerðingar. Við erum líka að farin að sjá sem sagt að aflgeta kerfisins, það hversu mikla orku getur unni bara hverju stundu. Að stundum álagið farið að mattsa bara aflgetu kerfisins, bara landskerfisins. Og þá þurfum við að hafa aflskerðingar, eitthvað sem getur tekið sér niður með stuttum fyrirvara, í stutta stund, kannski. Hvernig notendur eru það þá? Við vorum með bræðslur, þeir voru dæmi þennan notenda, en þeir voru hins vegar með varaafl í formi olíu. Gagnaver sem voru að stunda ákveðin viðskipti gátu tekið sér niður með stuttum fyrirvara og þetta 20 megavatta sem var til nýtað í það. En einmitt, það ekki allir sem eru tilbúin að gera þetta. En það þarf alltaf, sko, út af því við erum lokað, við erum einangruð, við erum háð veðurfari og ef það koma bilanir, við höfum ekkert backup. Og það munum koma bilanir einhvern tímann og við munum lenda í einhverjum ástandi þar sem það þarf að draga niður á notendahliðinni. Það getur verið náttúruhamfarir eða hvað sko eitthvað sem almennt þetta nú utan okkar kannski utan okkar ákvarðana eða þess að þá þetta getur, við ráðum ekki hvað rignir mikið eða hvernig veðurfarið Nei. eða hvort það gís eða kemur flóð eða hvað það sko. En eins og ég segi, þetta er svolítið mikil ábyrgð á þínum herðum og þíns fólks. Þú veist að koma og fundi og segja, við leggjum til að það verði skert. Hvað lærir maður til þess að fara í þetta starf? Hvað er þetta menntaður? Ég með doktorsgráðu í iðnaðarverkfræði, með svona áherslu á aðgerðgreiningu og þetta eru starffræðingar, tölvunarfræðingur, svo með doktorsgráðu í efnaverkfræði. Þannig að þetta eru mikið svona reiknihausar. Við notum við orkulíkön, bestunarlíkön og bara svona sterk ferli til þess að tryggja. Þetta er ekki ákvarðanir sem eru byggðar á tilfinningum eða Nei, þetta er ekki það. Það er búið að rigna mjög mikið. Það er örugglega gott. Já, það sýnist að vera Nei, einmitt. Þannig að við byggjum allt bara okkar á gögnum og okkur líður vel með það. Og hefur gengið vel, vissulega, en það er alveg hefð fyrir því í grannvarpinu að fólk kemst ekki upp með annað en að segja líka svolítið frá sjálfu sér. Þú segir, doktorsgráðu í iðnaðarverkfræði, en hvar varstu áður, hvar ertu alin upp? Ég sem sagt tók doktorspróf í Japan, bjóð þar í 4,5 ár. Síðan... Talarðu japansku? Ég tala aðeins, já. Nú aðeins farin að reika, það er komið 10 ár síðan ég var þar. Síðan átti ég viðkomu í Austurríki, vann þar hjá Austurrísku tæknistofnuninni við að byggja upp svona ákvarðanalíkön fyrir orkuiðnaðinn þar, eitthvað svona svipað við erum að nota hér, svona fyrir fjárfesting ákvarðan og svoleiðis. Þannig ég var þar í 1,5 ár áður en ég kom hérna og nú verið hérna í 8 ár, þannig að ef við viljum fara í heimahaga og svoleiðis, sko, þá var það Árbærinn og... Árbærinn, þetta er fylgismaður. Já, fylgismaður. Þá held ég að við séum töluvert miklu nær vatnsbúskapinn. Það er létt yfir núna, sko, vatnsárið hefst 1. október, ekki satt? 1. október, ástæðan að þá erum við yfirleitt með öll okkar lón full, út af það sem sagt, lónbúskapinn, vatnsskapinn, hann er mjög svona siklikal, hann fylgir bara algjöri mjög ákveðni hringrás. Við erum í full lón svona í kringum 1. október, það er í lok sumars og haust í aðdraganda vetrar. Síðan eftir að þau fara að kólna,
þá minnkar innrennsli til miðlana og við, eða til, til vatnsaflsvirkjana okkar og við förum þá að miðla úr þessum lónum, vatni. Það sem heitir niðurdráttur. Niðurdráttur. Og þá getum við Niðurdráttur er þess að bara þegar fyrir að lækka í lónum. Og það stendur yfirleitt yfir allt fram að vori þegar snjóbráð eða snjóleysingar hefist. Og við svo kemur sumarið og þá hefist jökulleysingar og þá er söfnunin. Og svo söfnun stendur oft fram að hausti, þannig að þetta er mjög svona, við byggjum allan okkar rekstur á þessari hringrás. Ef hún myndi bresta þá erum við í vondum málum. Já, en það er líka þess vegna ekki satt sem að vindurinn vinnur mjög vel með vatnsaflinu af því að hann blæs helst á veturna og getur þá dregið úr álagi á svona dregur álagi á miðlunum okkar. Þannig að hann virðist geta verið góð viðbót af vissu marki allavega. Það verður áhugavert að sjá hvernig það virkar þegar þetta fyrsta vindorkuver kemst í gagnið bara fyrir helmingur á næsta ári og fullu á það næsta ári. Kærar þakkir fyrir komuna, Ívar. Takk fyrir mig. Og við segjum þetta gott á Grafvarpinu í dag. Það verður með því næsta mánuð.